Herri, þá erum við komin í hluta 2H2 sem er innsetningaraðferðin. Þetta er seinni aðferðin sem kemur því að leysa flókin heildi og þessi jafnan lítur svona út þessi aðferð. Þannig að ef að þið erum með eitthvað heildi og það er hægt að skrifa heildi sem samsættafallið f af g sinnum g diffra af x, að þá er útkoman af því stofnfallið af f af g af x pluss s á sig k. Það er best bara að taka dæmi til að sjá þetta betur, hvernig þetta virkar. Og reyna okkur átt okkur á því hvenær við notum þessu aðferð. Þannig að segjum að við erum með heildi hérna x öðru pluss 5 í tíundaveldi sinnum 2x dx. Ok, þannig að ef við horfum aftur á þessu reglu, þá sjáum við að hérna er g af x og hérna er g diffra af x. Þannig að þegar maður er að vinna með innsetningaraðferðina, þá þarf maður að sjá að það er einhver partur af dæminu sem ef maður diffrar, þá fær maður annar part. Og þegar við sjáum ef við horfum á hennar svega hérna, x í öðru pluss 5. Og ef við myndum diffra þetta, x í öðru pluss 5, þá myndur við fá 2x. Þannig að við getum séð þá að g diffra af x, það hlýtur að vera g af x. Nei, þetta g diffra af x hlýtur að vera þessi 2x. Þetta g af x hlýtur að vera x öðru pluss 5 og fallið f hlýtur að vera það að það setur hérna eitthvað í veldið 10. Þannig að f af x, það sem það gerir, það sekur eitthvað x og setur það í tíundaveldi. Fallið g af x, að það er x öðru pluss 5. Nú þá er g diffra af x 2x. Þannig að það þýðir að ég get skrifað þetta hérna sem heildið f diffrað af g af x og g diffrað af x. Ef að ég vel f-ið g og g diffrað þannig. Sjá hérna part, f af g af x. Nú þurfum að rifja upp með samsett föll. Það sem fallið f, hvað gerir það? Það setur eitthvað í tíundaveldi. Þannig að f ætlar að setja þetta í tíundaveldi. Hvað er þetta hérna? Það er x öðru pluss 5. Þannig það er þessi hérna partur. Hérna er f-ið að setja g af x í tíundaveldi. Þannig að til þess að finna síðan útkoman af þessu hérna, þá þurfum að vita þetta stóra f. Þannig að við skulum reikna það hérna til liðar bara. Þetta stóra f af x. Þannig að þú þurfum að hilda x í tíunda. Og það verður þá 1/11 sinnum x í 11. Og því þegar maður diffrar x í 11 þá kemur 11 fyrir framann. Það kanslast út og veldi lækkar niður 1. Þannig að skrifum hérna upp bara regluna höfuna beint fyrir framann okkur. Og þá getum við tekið hérna, þetta voru g af x. Þannig að stóra f af g af x, það sem f af x gerir, og margfaldur hérna með 1/11 og setur síðan eitthvað í 11. veldi. Og hvað ætlum við að setja í 11. veldi? Það er þetta g af x. Þannig að þetta verður bara 1/11 og g af x er x öðru pluss 5. Þannig að þetta verður x öðru pluss 5, setjum það í svega og setjum það í 11. veldi sem kemur okkur hérna pluss k. Og þá er svarið komið.